Nú tölum við þrepun og við byrjum á því að taka fram að aðgerðin að telja er það sem við getum kallað frumgerð þrepunar. Aðgerðin að telja er bara að telja. Og við byrjum í einum og teljum upp í einhverju heiltölu n. Það er þetta sem við getum kallað frumgerð. Þrepunar. En við getum svo sem alveg byrjað að telja í núlli, höfum við séð. Og við getum byrjað að telja í -1, við getum byrjað að telja svo sem í hvaða heiltölu sem vera skal. En við setjum þetta fram svona, til þess að hafa þetta einfalt og skýrt til að byrja með. Og við setjum fram þrepun sem verkefni, í kassa. Og lítum svo dæmi. Skulum við tilteka það sem þurfum að hafa. Látum n vera talningu og pn sé fullyrðing. Hún getur verið sett fram í orðum, hún getur verið sett fram með formúlu, hún getur verið sett fram með jöfnu, hún getur verið sett fram með ójöfnu, hún er bara einhver fullyrðing. Og hún er kennd við n, það er þetta númera fullyrðinguna, eða tölusetjana. Nú ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt og teljum það upp. 1. Að fullyrðingin, hún er þá P1, er sönn. Það þýðir að hún er sönn fyrir fyrstu talningu. 2. Og þetta hér er kallað þrepunarforsenda. Ef að fullyrðingunni Pn er sönn fullyrðing fyrir eitthvert n og hún er það því hún er sönn fyrir einn, leiðir að Pn plus 1 er sönn. Þá er fullyrðingin ekki bara sönn fyrir eitthvert n, heldur öll. Þá er Pn sönn fyrir sérhvert n, eða fyrir sérhverja talningu. Það að sýna að Pn plus 1 er sönn ef að Pn er sönn fyrir eitthvert n, svo leiðing er kölluð þrepunar leiðing. Við skulum þá líta á sýnidæmi. Og sýnum með því að nota þessa sönnunartækni. Sýnum með þrepun að fullyrðingin k hleyp frá 1 upp í n yfir k jafnt og n sinnum n plus 1 deilt með 2 er sönn fyrir sérhvert n í mengi talninga eða fyrir sérhverja talningu. Samkvæmt því sem að kom fram í verklýsingunni þá byrjum við að sýna að P1 er sönn. Við getum sett þetta hér. K-ið hleypur bara upp í 1 og síðasta talan í þeirri talningu er n jafnt og 1. Við verðum að byrja á einum af því að það er minnsta talan, minnsta talning, séum við. Og þá prófum við vinstri hlið. K hleypur frá 1 upp í n með K og nú set ég K jafnt og 1 inn og fæ bara 1 og hægri hliðin hún er n sinnum n plus 1 deilt með 2 þetta er 1 sinnum 2 deilt með 2 sem er 1. Ég sé það allavega að
vinstri hlið er það sama og hægri hlið. Og nú get ég sagt að fullyrðingin Pn er sönn fyrir eitthvert n, af því hún er rétt fyrir n jafnt og 1. En maður gerir þannig oft þegar maður er að átta sig á verkefni eða fullyrðingu að prófa fleiri n, og þá tökum við næsta n á eftir. Skoðum hvernig það lítur út fyrir n jafnt og 2 og þá höfum við að vinstri hliðin k hleyp frá 1 upp í n yfir k er þá k hleyp frá 1 upp í n upp í 2 yfir k, það er þá 1 pluss 2 sem er 3. Og svo skoðum við hægri hliðina n sinnum n pluss 1 yfir 2, það er 2 sinnum 3 deilt með 2 sem er 3. Og þetta passar. Sjáum að vinstri hlið er alveg eins og hægri hlið. Við vitum þá að fullyrðingin er rétt fyrir einhver n, það er að segja fyrir n jafnt 1 og n jafnt og 2. Við getum kannski skoðað hugmyndina með tölum. Við viljum nota það sem komið er. Það er rétt eins og þegar maður telur. Maður er að telja upp í 20, þá segir maður 20 þegar maður er búin með 19. Nú, ef við skoðum til dæmis fyrir n jafnt og 3 og þá er vinstri hliðin svona k hleypur frá 1 upp í 3, og skulum skrifa þetta bara beint. Og þetta er 1 pluss 2 pluss 3. Þessi hugmyndin, almenna hugmyndin, hún ætti að vera svo, nú nota ég það sem er áður komið. Ég var búinn að þessu. Það er að segja, í næsta skrefi, ég ger þetta almennt, þá myndi ég vilja setja þetta hér inn. Það er fyrir þetta. Það er það sem hleypir mér yfir jafnaðarmerkið. Þannig að ég mætti setja hérna 2 sinnum 3 almennt. Og hér var ég að beita, ekki þrepuna forsendu, og þó ég er að gera ráð fyrir þetta sé rétt fyrir n jafnt og 2. Þó það sé kallað forsenda, þá veit ég að það er rétt af því ég er búinn að sannreyna það. Og svo bætast hérna við 3. Þannig að ég fæ út úr þessu 6. Þetta er hugmyndin við skref númer 2. Við prófum það þá. Þrepuna forsendan og síðan leiðingin sem að fer með okkur frá n í n pluss 1. Þá er þetta svolítið staðlað. Við gerum ráð fyrir að Pn, fullyrðingin Pn sem var í þessu dæmi okkar jafna. Sé sönn fullyrðing fyrir eitthvert n, og við vitum að það er rétt, að hún er rétt fyrir n jafnt og 1, 2 og 3. Við erum búin að prófa það allavega 1 og 2. Og við sýnum, það er það sem er þrepunar leiðing og útreikningar, að Pn pluss 1 er líka sönn fullyrðing. Það sem það gerir þá er að sýna að k hleyp frá 1 upp í næsta n á eftir. Að þetta haldi formi. Þetta er jú bara 1 pluss 2 pluss 3 pluss alla leið upp í n og svo n pluss 1. En hérna höfum við eitthvað sem að við vitum er rétt. Ég ætla að skrifa það upp á knappaformi. K hleyp frá 1 upp í n, k, og svo kom þessi liður. Og nú nota ég þrepuna forsenduna. Og hún er svo að þessi summa hefur þetta lokaða form. Og svo bætast hérna við n pluss 1. En ég get tekið n pluss 1 út fyrir sviga. Það er n pluss 1 nýr í báðum liðum.
og þá fæ ég n plús 1 og inni í sviganum stendur n á móti 2 plús 1 og gerir samnefnt inn í stóra sviganum n plús 1 og þá n plús 2 deilt með 2. Og ef ég tek nú 1 skrif n þá sé ég að formið heldur. Það sem reyndir ágæt regla er að skilja eftir smá pláss hérna fyrir fyrstu atriðinu og segja k hleyp frá 1 upp í stóra n til þess að sjá formið. Stóra n er þá litla n plús 1. Þá getur við skrifa hérna. Þetta hér er stóra n. Þetta hér er n plús 1 plús 1 og n plús 1 var stóra n. Og sjáum að formið heldur og lesa að Pn sem er bara Pn plús 1 er þá sönn. Og svo er það lokaskrifið, það er bara ályktunin. Og þá segjum við reiknum út þar sem P1 og P2 er alveg nóg, P1 er verið nóg. Þar sem þessar fullyrðingar eru sannar, þá er þrepunarforsendan sjálfkrafa uppfyllt. Svo að þrepunarforsendan er sönn fyrir einhver en minnst kosti þessi 2. Það er að segja Pn er sönn fyrir einhver en. Og af þrepunar leiðingunni leiddi að Pn plús 1 var líka sönn. Þá er þessi formúla sem voru með sönn eða rétt fyrir sérhvert